recording. Hérna ætlum við að skoða í bókinni samfösun og samkeyrslu rafala og líta á kannski einhverjar spurningar varðandi það. Hérna vika 5 í gangi og þá hef líka gert ráð fyrir að við sögum komið með þessi dæmi hérna frá 21 til 24 og klára það dæmi 25 í þessari viku örugglega. Því í næstu viku þá próf 1 úr rafalörum. Og þá skulum við skoða hérna eins bókina og líta hérna á samfösun. Búnaðurinn sem við þurfum að vera með, það er ýmis mælitæki hérna sem við þurfum til þess og svo náttúrulega þessir höfuðrofar sem að við notum eða rafalarofar, afrofar fyrir að tengja inn á safnteinana og þessi samfösunarsnari, hann þarf að vera náttúrulega rétt stiltur. Fyrst annar rafalinn, hann verður að vera komin inn á netið, inn á safnteinuna, áður við förum að fasa hinn við netið. Og með þessa mynd hérna, þá samfösunarbúnaðurinn hérna neðanverðu, hann tengdur hérna inn á rafala 2, R2 hérna. Þannig að þá væri þessi röð aðgerða þannig að þá væri búið að setja rafala eða búið að setja afvél fyrir rafala 1 í gang og stilla hana rétt og setja spennu eða sjálfsagt sjálfvirkur spennureglur á þessum búnaði yfirleitt og búið að koma honum fyrst inn á safnteinuna. Síðan sem sagt þá að tóa með samfösunarsnaran hérna að hann þá tengdur við innkomandi rafala og þá afvélin fyrir hann sett í gang og við skoðum þá munin á tíðni frá innkomandi rafala og tíðni sem á safnteinunum, auðvitað spennuna líka og síðan sæjum við hérna ef að hér væri dimmtenging, en hérna í samkvæmt þessum stað hér, sjá, til að gá hvort þetta já, þetta virðist vera dimmtenging hérna. Sjá, hér fasi L1, hann kemur hérna lengst til hægri, hérna niður, og það akkurat L1 sem kemur þá hérna inn á. Já, þannig að þessi ljós, hérna myndinni virðist vera í dimmutengingunni, þannig að þau ættu öll að blikka í takt ef að það rétt fasaröð. Og í rauninni þarf ekki að kanna með þessa fasaröð nema ef að við erum að fá nýjan rafal og tengja hann við netið eða að það að koma rafali úr viðgerð. Þá þurfum við að tékka á þessu hvort það rétt fasaröð. Það alveg frumskilyrði fyrir því að við megum fasa saman. Hin 3 skilyrðin þessi að sé rétt eða sama tíðni, sama spenna og að við fösum saman eða tengjum inn þá Q2 inn á réttu augnabliki. Tíðni, spenna, rétt augnablik. Þetta þessi 3 skilyrði sem við þurfum alltaf að vera alveg klárir á. Og þetta náttúrulega með það, við erum að tala um það þegar að við myndum gera þetta handvirkt, en í dag þetta yfirleitt alltaf sjálfvirkt, þannig að þið bara pantið í rauninni samfösun og síðan fer þá búnaðurinn í það að tengja innkomandi rafala á net á réttu augnabliki þegar hann búinn að ganga úr skugganum að sé rétt náttúrulega spenna og tíðnin þetta þarf að vera svo sama. Og þannig að ef að R2 innkomandi rafali þá þarf að
fasa saman með þessum Q2. Það er að skella þessum Q2 inn á réttu augnabliki. Og þá er talin upp hérna þessi búnaður sem að þarf fyrir svona töflur, samfösunartöflur. Það er eins og þessi tvöfaldur spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir, samfösunarvísir eða samfösunarsjá og síðan þessi samfösunarljós. Það er þessi ljós hérna. En þau eru mjög oft tengt upp í ljósdimatengingu. Það þýðir það að þá er sami fasi hérna í miðjunni tengdur en víxlað á endum. Þannig að þá er slökkt á miðperunni en tvö ljósin hérna ofanverðu lýsa svona nokkuð, já það er ekki mjög skær en svona talsvert týra á þeim sko. Talsvert ljós á þeim þegar það er rétt augnablik. Þannig að maður sér líka svona hvernig þau blikka, hvort að maður sé að nálgast rétt augnablik og svo sér maður það náttúrulega hérna á samfösunarvísinum eða samfösunarsjánni. Ok, þannig að þetta eru þessi 3 atriði og 4 atriði var þessi rétta fasaröð. Og þetta kemur svo fram hérna betur að hérna sjáum við sem sagt ef að rafvælinn væri ekki alveg á réttu augnabliki þá sæjum við að fasamun eða það er sem sagt eitthvað ákveðið horn á milli þessara spenna hérna frá rafvæla 1 yfir á rafvæla 2. Það er sem sagt það er mismunur á spennu sem verður hérna á milli. En þegar að má fasa saman þá falla þessar spennur nákvæmlega og þá myndu þessir 2 vektorar falla nákvæmlega saman. Í sömu lengdir, það verður þessar spennuhæðin og á réttu augnabliki þá myndu algjörlega falla saman. Hér er svo sýnd tengimyndin af dimmutengingunni þar sem að við tengjum hverja peru á sama fasa sem að tengjast síðan saman þegar að við erum komin með rafvælan fasaðan saman inn á net. Þannig að en miðljósið er alltaf þannig tengt. Frá L2 á safntennunum yfir á L2 frá rafvæla. En í dimmutengingunni þá er L3 frá safntennunum tengt líka inn á L3 frá rafvæla. En þannig að í þessu er víxlað svo í ljósdimmutengingunni. En þessi tenging er notuð til þess að kanna hvort það er rétta fasaröð að ræða. Og það gerum við, sem sagt eins og ég sagði áðan, ef að við erum að fá rafvæla úr viðgerð og tengja hann aftur inn á, þá verðum við að tékka á þessu. Við getum gert þetta öðruvísi ef að við erum ekki vissir hvort að samfösunarljósin séu rétt tengd. Þá getum við sett lítinn mótor, tengt hann hérna fyrir ofan á safntennuna, fyrir ofan rófan, athuga í hvaða snúningsátt hann fer, aftengja þannig að við förum með nákvæmlega sama fasa niður fyrir og við sömu fasaröðin á mótorinn fyrir neðan rófan og ef hann snýst í sömu átt mótorinn þá er sama fasaröð. Þá megum við fara að reyna að fasa saman. Og það er líka til tæki sem er með 2 ljós. Annað ljósið segir röng fasaröð og hitt ljósið sýnir rétt fasaröð og það er alveg sama og allt í góðu lagi ef að hann sýnir sem sagt röng fasaröð á ofanverðu og röng fasaröð að neðanverðu og þá er bara fasaröðin svo sama. Það er það sem skiptir máli. Og auðvitað bara skiptir máli sko, í hvaða röðu tengjum þessa 3 víra inn á. Þá getum við fengið ef við viljum rétta fasaröð með því að bara víxla inn á það tæki sem með þessum 2 ljósum. Nú, hinn tengimyndin af samfösunarljósunum er hérna fyrir neðan og þá er búið að víxla þannig að það sem var áður inn á fasa 1 hérna, þetta ljós hérna H1, að það er komið inn á L3. Miðljósið er alltaf á sama stað
það tengt í L2 beggja megin, en ljósið lengst til hægri, það farið frá L3 upp í L1 í staðinn. Þannig að þá slökkt á H2 á rétt augnablikki, en hinn tvö lýsa, H1 og H3 lýsa þegar rétt augnablikkið Og svo blikkað þau í ákveðin hátt þegar maður að fasa saman, og þegar þau vera nálgast jafnbjart H1 og H3, þá erum við að komast að réttu augnablikkinu, og þá var algjörlega slökkt á H2. Þannig það. Þessi tengimynd sýnir okkur sérstakan mótor sem í olíuverkinu til þess að minnka við olíugjöfina inn á vélina. Og þá það gert í rauninni með rofa inn í töflu, og þá gefur maður þá samband inn á mótorinn á sitt hvort veginn, hvort sem við ætlum að auka við hraða eða auka við afl vélarinnar, og þá það gert með þessum skiptirofa sem í töflu sem staðsettur við erum ekki með svona tengt upp hjá okkur, auðvitað vegna sem við erum ekki með dísilvél inni, heldur út í vélasal. Þá þessi búnaður í töflunni, og þessi mótor sem kallaður Alströmsmótor, hann lærum betur þannig mótora seinna í 19. kaflanum, en þetta hefur áhrif á olíuverkið, á magnstillistöng eða á olíugjöfina. Svo kemur bara það verið að rekja það hvernig þetta farið að því að fasa saman með búnaðinn sem úti hjá okkur, og aðeins atriði varðandi samskeyrslu rafala. Þegar að rafalar eru orðnir tengdir saman, þá reynum við að láta þá framleiða svona í hlutfalli við stærð þeirra, það álag leggja á það álag sem hæfilegt fyrir þá, miðað við heildarálagið í kerfinu. Ef að rafalarnir eru jafnstórir, þá reynum við að jafna álaginu á milli þeirra, bara helmingurinn sé öðrum megin og hinn helmingurinn hinn megin. En þetta afl tvenns konar. Við erum með raunafl annars vegar og launafl hins vegar. Raunaflið það framleiðir hita eða hreyfiafl, en launaflið það afl sem fer í það að segulmagna spólur og segulmagna annan búnað sem í kerfinu, en það fer ekki í hita eða hreyfiorku. Það fer bara í rauninni í segulmögnun. Það ákaflega sjaldan sem við erum með eitthvað álag sem í rauninni rýmdarálag. Yfirleitt erum við bara að tengja þetta til þess að leiðrétta fasvik. Þannig að oftast erum við með spanálag í kerfinu. Þess vegna þessar mótstöður sýndar fylltar, því að þetta svona þá eins og spólur. Og hvernig förum við að því að jafna raunálagið milli þeirra? Það gerum við með því að stilla á eða leita að aflmælum, sem sagt P, sem sagt kilowattmælum. Fylgjumst við með kilowattmælunum til þess að jafna raunálagi á milli þeirra. Og hvað gerum við þá til þess að jafna það? Ef að annar raflinn væri til þess handvirkur, þá þurftum við að fara í að stilla olíugjöfina. Eða ef það svona búnaður þá færum við þennan rofa og myndum þá, ef að rafalinn framleiðir og lítið, þá myndum við fara yfir á plúsin og auka við aflið inn á þann rafala. Og þá myndum við sjá þá að P-mælirinn, kilowattmælirinn, að það myndi koma meira inn á þann mæli og minnka á móti á hinum. Þannig
deilum við aflinu á milli þeirra. Ef að þeir væri ekki jafn stórir, þá myndu setja þetta á milli þeirra þá í ákveðnum hlutföllum. Og svo náttúrulega líka til auðvitað sjálfvirku búnaður sem að gerir þetta algjörlega sjálfur. Hins vegar, ef við erum að jafna launaflinu, Q, þá fylgjumst við með straummælunum. Og hvernig förum við á því að jafna straumálaginu á milli þeirra? Jú, við erum búin að gera þetta í samfélagsæfingunni. Við stillum segulmögnunarstrauminn á öðrum þeirra. Ef að þeir eru báðir sem sagt með handvirka segulmögnun, þá náttúrulega þurfum við að minnka segulmögnun á öðrum þeirra og auka á hinum. Þannig að við þá fylgjumst með því að straumurinn jafnist á milli þeirra. Við minnkum á öðrum straumi sem að framleiðir og þá eykst það á hinum sem að framleiði minni straum áður. Þannig að við reynum líka að jafna straumálagið milli þeirra, sérstaklega ef það eru jafn stórir, þá reynum við að láta framleiða líka jafn mikið straum. Þá er jafn mikið launálag raunni á það báða. Þannig að ef við þurfum að jafna raunálagi, þá förum við í olíugjöfina. Ef við þurfum að jafna straumálagið, eða sem sagt launálagið, eða Q, þá förum við í segulmögnunina, stillum segulmögnunina, straumin. Ok, þá munið þið það. Ljómandi. Og svo er við að tala hérna yfir segulmögnun, sko. Og það getur orðið þannig að ef annar rafallinn er of mikið segulmögnuður óvart, þá getur hann bara verið að senda of mikið straum yfir á hinn rafallann og þá er bara kerfið vanstilt hjá okkur. Það er ekki rétt stilt. Þannig að við þurfum að passa upp á það að það kom ekki fyrir. Ef það er eitthvað svona annarkot að sjálfvirknin bilar í þessu eða þá að þetta er vitlaust stilt handvirkt. Og hér er talað sem sagt líka undirsegulmögnun og þá í rauninni getur verið að við séum að taka segulmögnunarstraum eða launstraum yfir á annan rafalann og það er fjallað þetta. En við förum ekkert svo djúpt í þá þætti hérna. En það er bara aðalega þetta að hvernig við jöfnum straumana, það er bara að fara í stillingu á segulmögnunarstraumnum eða í spennustillinguna sem er stilling á segulmögnunarstraumnum. Ok, þetta er aðalatrið og svo getum við litið á hérna spurningar úr prófum. Sem sagt, ég er með þetta próf hérna. Það er á innunni. Ég skal sýna ykkur hvað þið finnið það. Þið finnið það hérna. Hér er, segir síðasta lokapróf. Það er hérna ofar. Býttu nú við sem ég er með opið fyrir þetta. Gömul próf, stendur þetta einhver staðar hérna. Já, það er hérna. Síðasta lokapróf heitir þetta hjá ykkur í innunni. Og þá opnast fyrir þetta próf hérna og þá getum við rennt yfir svörin í þessu hérna því að þið eru líka með á innunni töflu. Nei, þannig að þið getið svarað þessu, þá hafið þið hérna töflu fyrir póldeilingu og póla. Ég setti hérna bæði, þetta er eldri tafla hérna yfir póldeilingu og póla og svo þetta er hérna stærri tafla póldeilingu og póla og ef við opnum það, þá fáum við hérna þessa töflu upp hérna. Og ef að póldeilingin er 36 gráður, já, var það ekki spurningin hérna? Ef rafali hefur 36 gráð póldeilingu, þá hefur hann 5 pólpör. Við lítum á það hérna, þá hefur hann 5 pólpör, það er þá rétt að svarið því að hérna er 36 gráðu póldeiling. Akkurat.
Ég að taka þetta upp þannig að þið getið alltaf kíkt á þetta seinna ef að þið þurfið ekkert að skrifa þetta allt niður, en þið hafið aðgang að þessu prófi til að spá í þetta og æfa ykkur á þessu og sjá hvernig hugsanlega spurt þessa þætti. Og hérna til dæmis hve margar rammaskráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör. Ok, þetta eru svarmöguleikarnir og 2 pólpör. Þá skoðum við, ég ætla að reyna að fá þetta inn á, get ég fengið þetta inn á, nei ég get ekki fengið þetta hérna, ég ætla bara að reyna að minnka hitt þá. Ég næði þessu kannski svona, ég næði þessu svona þá, ok. Að ef hann hefur 2 pólpör, sem sagt 4 póla, þá gefur einn snúningur okkur 720 rammaskráður. Það er hérna. 2 pólpör, 4 pólar, þá gefur einn snúningur okkur 720 pólpör. 720 gráður segi. Og hérna, þannig getið þið æft ykkur á þessu og áttað ykkur á því hvernig við Hvernig finnst þetta út? sérðu hérna, Bara með reiknivél, sko. já, þú hérna eins og sér hérna að þessi tvöfaldast sem sagt, Er ekki bara vegna þess að það sko einn snúningur í 360 gráður? jú, akkurat. Og svo þetta bara eins og það séu þannig séu 2 snúningar, þú bara með helmingi fleiri póla. Já. Þannig að maður getur þá sagt 360 sem 2. Já. 360 sem 3. Prófaðu, ertu með eitthvað vel? Prófaðu þetta bara, svo að það sést alveg viss á þessu. Þetta passar alveg, já, akkurat. Þannig að þetta, ég setti líka svona, dæmi útreikninga hérna fyrir neðan, þannig að þið pælið í því, svo að þið áttuð ykkur á samhenginu þarna á milli. Og síðan hérna er 1.3, ef 3-fasa rafali er stjörnutengdur, mjög gott fyrir ykkur að teikna alltaf myndir við svona spurningar. Það er til þess að þið farið ekki að ruglast. Og hvað haldið þið að sé rétt að þessu? Já, þá er fasaspennan, það er spennan frá til dæmis L1 og í 0-ið, það er fasaspennan. Aðalspenna er milli L1 og L2 eða L1 og L3 og svo framvegis. En fasaspenna er í stjörnunni, það er frá miðjunni á stjörnunni sem er kallað N, 0 punktur, og út í annarkvæmt L1, 2 eða 3. Og það er aðalspennan deilt með rótina 3, eins og þið þekkið þetta 400 volt spennu deilt með rótina 3, þá fáið 220 volt, einfasa, skiljið. Þannig að ekki ruglast á svona spurningum. Og síðan hérna, sko það gæti líka verið spurt það gæti verið spurt líka strauminn. Þá væri fasastraumurinn, hvað væri þá fasastraumurinn? Og ekki rugla milli straums og spennu. Passið ykkur því líka. Hvernig myndum við segja með strauminn í stjörnutengingu? Hvað segjum við hann? Þið ættu að geta sagt það bara 1 og 3 ef þið væri búin að teikna upp myndina af stjörnutengingunni. Vitið það hverju? Í stjörnunni þá skiptist ekkert straumurinn sér. Þetta er sami straumur, aðalstraumur og faststraumur. Rifið það upp. Þá verður það sko sami straumurinn. Og ef það væri spurt ekki stjörnutengingu heldur þríhyrningstengingur, eða sem er stundum kölluð deltatenging. Delta er þríhyrningur. Þið þekkið það, ekki? Og
hvað væri þá rétt svarið ef að hérna stæði delta tenging? Hvað væri það rétt svar hér? Fasaspennan. Aðalspennan. Já, þá fasaspennan nákvæmlega sama spenna og aðalspenna. En ef að væri verið að spyrja strauminn þar, þá væri það fasastraumurinn væri aðalstraumurinn deilt með rótina 3. Það skiptir sér í delta, í þrýðningum. Ok, skulum við ekki rugla okkur neitt meiri í þessu. Við getum skoðað líka fleiri staði og í Ritstjóransbókinni það líka tekið fyrir vel og vandlega. 1.4. Sleytingarlausum rafala með sísegulrafala, þá stillist segulmagnarstraumurinn á jafnstraumi í segulpólum í húsi rafalans. Það sem sagt, það er þarna á efsta hjólinu, þar eru segulpólar í húsinu og þar stillum við segulmagnarstraumi. Þannig að það væri þá B svarið hérna. Því að það er engir síseglar í húsi, þannig að A er vitlaust þess vegna. Síseglarnir snúast sem sagt í endanum á á osnum á þar sem pólhjólið er á og eða þar sem aðalpólarnir eru, og við köllum það í heild pólhjól sem sagt, þannig að það eru endanum á pólhjólinu eru síseglarnir staðsettir. Nú, jafnstraumi frá sambyggðum segulmagnarrafala, við hérna erum ekki með það tengt inn á sem sagt spennustillinn, þannig að það er útilokað, og við erum ekki með ástengdan segulmagnarrafala. Þá verðum við að hafa kol og sleiturhengi. Það er gamla tæknin. Þannig að það er ekki heldur rétt. En þetta er spurning sem sagt byggingu rafalans. Hvar við stillum segulmagnarstrauminn? Hvar fer segulmagnarstraumurinn inn á? Við getum aðeins skoða hérna á teikningunni í 18. kaflanum til að geirnegla þetta algjörlega, að til dæmis í þessari mynd hérna þá erum við að stilla segulmagnarstrauminn inn á þennan hluta hérna 1. Þetta eru segulpólnir í húsi rafalans sem sagt. Þetta er það sem að segulmagnar sem sagt segulvöfin, vöfin sem eru hérna þryggjafasa vöfin í segulmagnarrafalanum. Þannig að það er þessi partur hérna númer 1. Þarna stillum við strauminn inn á, og það er akkúrat sem er sýnt hérna. Segulmagnarstraumurinn kemur frá kassa hérna númer 7 sem er spennustillirinn, og hann sendir segulmagnarstraum mismikinn inn á númer 1 sem eru segulpólarnir, rafseglarnir sem eru í húsi rafalans, allt í kringum þetta hjól sem er hérna númer 2 sem er þryggjafasa vafið í segulmagnarrafalanum. Þannig að segulmagnarrafalinn samanstendur af þessu bæði 1 og 2 hérna. Síðan er þetta afriðað í þessum 6 díóðum í kassa hérna númer 3 sem er þá þetta ásvélarinnar, þetta er komið á hreyfanlega hlutan, og síðan fer þá jafnstraumurinn inn á segulmagnarstraumurinn í pólhjólinu inn á aðal segulpóluna hérna í pólhjólinu númer 4. Og svo maður spanar upp straum og spennu í aðalsátrinu sem er númer 5, og við tökum náttúrulega straumin út á álag og spennu og mælum, þetta er raungildið á spennu út. Það er leitt inn á spennureglin sem er þessi hérna reglirinn, þetta er sama á spennustillirinn, bara kallaður mismunandi nöfnum, en við erum að regla spennuna út á kerfið til álagsins. Það er það tilgangur þessa spennureglis hérna. Ok, þannig að það var verið að spyrja þetta, og í þessari mynd hérna þá er þetta stykki hérna númer 1 sem eru þessir segulpólar í húsi rafalans. Þó að sé sýnt bara hérna sem 1 vaf, þá er þetta mörg vöf, jafn mörg vöf, og eru hérna í hringnum allt í kringum
þetta hreyfanlegu spólur. Og þessar spólur hérna, það búa til 3 fasa reiðstraum sem síðan afriðað í þessum afriðli og fáum hérna pluss þetta ofurðu og mínus á neðanverðu, þannig að fáum jafnstraum í gegnum að pólhjólið, segulvaði að pólhjólið. Þar geta líka verið minnstakosti 2 eða hérna í stofunni höfum við 4 segulpóla, þannig að það eru 4 svona vöf. Þó þetta sé sýnt hérna bara sem 1 vaf, þá þetta 4 spólur. Akkurat. Ok, þá hérna erum við búin að átta okkur á betur svarinu við þessari spurningu. Og hérna 1.5, já, það sem ég var að tala við ykkur áðan, að launafl, sjáðu, ellið hérna, það munur á því og ef við værum að tala um raunafl, en hérna verðum að tala um launafl, það fært á milli rafala sem tengjast sömu safnum með því að auka segulmagnastrauminn á öðrum þeirra og minnka á hinum. Það væri rétt svar. Ef að hérna væri stórt R, þá væri síðasti svarmöguleikin réttur. Þá væri að auka við óskgildi snúningshraða. Þetta rauninni bara olíugjöfin á vélinni, ekki satt? Óskgildi snúningshraða, það ekki gefa einn olíu? Minnka eða auka við olíugjöfina? Já, það óskgildi á hraða og öðrum á minnka á hinum. Þetta algjörlega handvirkt. Eða það væri raunafl. En þegar við erum að stilla launstrauminn á milli þeirra og sem við köllum líka launaflið, því að það einingin á því volt ampere reaktív, eins og þið eru að læra núna í áfanganum, eða sem sagt að rifja það upp frá 200 áfanganum. Og þannig að rétta svarið sem sagt C, eða næst neðsta hérna. Nú, 1.6. Ef 3 fasa rafali þríhyrningstengdur, þá já, við vorum að fara í gegnum þetta áðan. Já, þá væri þetta hérna B svarið, já, næst efsta, þá væri það rétta svarið, ekki satt? Ok. Nú, síðan hérna dæmi sem að þið eru með í rauninni mjög svipað eins og í bókinni og þið skulið endilega bara þá átt ykkur á þeim og nú sleppum við þessum kafla sem eru mótorana og lítum aðeins á spurningar úr verklegum æfingum. Hérna útskýru hvað áhrif aukið spanálag hefur á segulmagnastraum meðan við aukið raunálag. Við þurfum miklu meiri segulmagnastraum við aukið spanálag heldur en aukið raunálag. Við prófum það í 18a æfingunni. Við þurfum meiri segulmagnastraum við spanálag heldur en raunálag. Og ástæðan þessi sáturspyrna og það sjáum við hérna í kaflanum að hér erum við með raunálag. Hérna hefur straumurinn ekki nein gríðarleg áhrif á seglun pólhjólsins, þó aðeins við þurfum að auka segulmagnastrauminn eitthvað aðeins við aukið raunálag, en í spanálaginu þá hittist það þannig á að segulsviðið frá sátrinu vinnur móti segulmögnun pólhjólsins. Þess vegna þurfum við að stilla strauminn, eða það gerist stundum sjálfkrafa, að straumurinn, segulmagnastraumurinn inn á pólhjólið eykst til þess að vega upp á móti þessum áhrifum frá sátrinu. Þessi sáturspyrna segulsviðsins sem í sátrinu akkurat þessu augnablikki við
spanálagið, það straumurinn á eftir spennunni í þessu augnablikki og vinnur alveg hérna á móti segulkraftlínum frá pólhjólinu. Og þá þurfum við bara að halda upp í spennunni frá rafalanum með því að auka segulmagnastrauminn inn á pólhjólið aftur tilbaka. Þannig að spennan lækki ekki niður. Hins vegar, ef við værum með þétta eða rýmdarálag á rafalan, þá myndi það hjálpa til við segulmögnun rafalans. Þá myndi við draga úr segulmögnunarstrauminn, annarkot sjálfvirkt eða við þyrftum að gera það handvirkt til þess að halda réttri spennu út af rafalan. Það er straumurinn á undan spennunni í þétti, í rýmdarálagi. Það virkar akkurat þveröfugt. Hjálpar til að fara segulkraftlínur í sömu átt og segulkraftlínur pólhjólsins. Þannig að hjálpa til við seglum pólhjólsins, þannig að við myndum draga úr segulmagnastraumi við rýmdarálag. Ok, þetta var þessa spurningu hér varðandi áhrif spanálags á segulmagnastraumin. Já, hvað gerist ef að það rofnar samband inn á sleiturhringi á rafala? Hvað þýðir það? Ef að rafali fær ekki segulmagnastraum, hvað gerist þá? Slær það út eða? Nei, það slær ekki út. Nei, hann bara hættir að framleiða spennu. Hann þarf segulmagnastraum til þess að framleiða nógu háa spennu út. Spennan hrapa niður í bara örfá volt, 1 eða 2 volt. Bara fer eftir hvað segulleifarnar í pólhjólinu eru sterkar. Þannig að hann hættir að framleiða spennu. Og svo er bara komið hérna mótoraspurning og hérna þetta lærum við seinna og hér er spurt hérna ef álag á rafala er 126 kW, þá er afl á fasa, þá reiknum við þetta þannig út að fasaafl er bara heildaraflið hérna deilt með 3. Og hvaða tala hérna passar í það? 126 kW deilt með 3, hvað fáum við úr því? Er ekki 42 kW? Hver slærir sig inn í reiknivél? Já, það er það neðsta svarið, það er rétt í þessu. Og það er ekki fleiri spurningar hérna sem að við þurfum að nema í sambandi við samfærsluna. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfærslun? Það eru þessi 3. Sama tíðni, sama spenna og rétt augnablik. Það skiptir ekki máli þá að segja einhverju annar röð, en það er bara öll þessi 3 atriði séu talin upp. Þið bara að skrifa það hérna. Sama tíðni, sama spenna, rétt augnablik, eða rétt augnablik, sama spenna, sama tíðni, skiptir ekki máli í hvaða röð. Bara þið nefnið öll þessi atriði. Og náttúrulega frumskilið er náttúrulega að það sé rétt fasaröð, en það er ekki verið að spyrja það akkurat í þessari spurningu hérna. Því að þetta er bara almennt þegar fasaröðin er rétt, hvað þá 3 skilið eru fyrir samfærslun. Ok, síðan er spurt hérna, útskýrðu hver snúningshraði rafala sem á að fasa inn á net á að vera miðað við netið og hvers vegna? Sko, þarna er verið að spyrja það, á rafalinn að vera á örlítið meiri hraða en samsvarar tíðnin á netinu, á að vera að framleiða örlítið hærri tíðni heldur en er á netinu. Já, hann á að gera það því að hann á að taka strax þátt í að framleiða inn á netið, þess að taka þátt í framleiðslunni. Ef hann kemur inn sem álag, þá er hætt við því, og hann kæmi inn sem álag ef hann snýst of hægt. Ekki fasa saman þegar hann snýst hægar
þannig að tíðnin sé aðeins lægri, ekki þannig. Því að þá er hætt við því að bakaflsvörnin slái út ef bakaflið er það mikið og varir í meiri tíma heldur en stillt inn í bakaflsvörnina. Þetta er annarkot brot úr sekundu eða væntanlega eitthvað innan við 1 sekundu sem að þetta bakafl má vera í gangi. Kannski er hægt að laga það mjög snögglega með því að auka við aflið inn á vélina, en oftast reynum við að hafa þetta þannig að rafalinn framleiði örlítið hærri tíðni en er á netinu eða svefntennunum sem við erum að tengja hann inn á. Þá hjálpar hann til við framleiðsluna strax þegar hann kemur inn. Hann kemur inn sem framleiðandi, ekki sem notandi. Það væri svolítið slæmt sko, ef við værum með til dæmis skipskerfi þar sem að við værum með nokkra rafala væri að framleiða inn og þeir væru alveg á mörkunum þess að vera að fara að slá út og við ætlum að bæta við einni ljósavél inn á það kerfi og ef sú ljósavél kemi inn sem álag þá myndum við sennilega bara gera allt blackout, við myndum sennilega slá öllu kerfinu út. En ef hún væri ljósavélin sem við ætlum að bæta inn á netið væri á örlítið hærri tíðni, kemi inn sem framleiðandi, þá léttir það strax á hinum rafalanum, skiljið. Þá þurfa þeir að framleiða aðeins minna. Og svo aukum við bara hægt og rólega við innkomandi ljósavélina, þannig að hún tekur þá þátt í framleiðslunni og dregur úr álaginu og hinna rafalana. Þannig að fara að þessu. Nú, síðan, í 4.3, útskýru hvernig gengið úr skugga að tenging milli rafal og net sé rétt þegar hann er fasaður net í fyrsta skipti eða til dæmis eftir viðgerð. Og það var þetta sem ég var að tala á, að nota samfærslunarljósir í dimmutengingu ef að þau blikka í takt og eru öll slökkt á réttu augnablikki, að þá er rétt fasaröð. Það er nóg að nefna það, við notum samfærslunarljósin í dimmri tengingu til þess að athuga hvort að rétt fasaröð. Og pluss að nefna það að ef þau blikka í takt þá er rétt fasaröð. Þetta er góð. Ok, til að ná hámarksafli út af rafala þá er nóg, hvað haldið þið að sé rétt í þessu hérna? Sko, ef að kilowattmælir sýnir hámarksafl, að það getur verið að það sé einhver annar straumur á ferðinni sem sagt þá, og þá væri rafalinn í rauninni á yfirálagi, straumlega séð. Þannig að það er ekki nóg að það sé að einungis straummælirinn sé í hámarki, það er ekki þannig að þá sé raunaflið í hámarki. Þetta getur verið að rafalinn sé full lestaður straumlega séð en þá framleiðir hann ekki hámarksafl. Hins vegar, ef að straummælirinn, ef hann er í hámarki og ef að fasvikið er 0, það sé ekkert fasvik, að cosines phi er 1. Og cosines phi má alls ekki vera 0 því að þá er gríðarlega mikið fasvik í rásinu og þá er hann ekki að framleiða í rauninni neitt raunafl í C-liðnum hérna. Það er alls ekki rétt. Það er neðsta svarið sem að væri rétt þarna. Vegna þess að þá er ekkert fasvik í rásinni og ef straumurinn er í hámarki, þá erum við að framleiða hámarksafl út af rafalanum. Ok, þetta var mjög tricky spurning, en ok, þetta er allt einfasamótora og við förum í þá seinna og svo er hérna bara formúlublaðið. Þannig að nú erum við búin að fara í gegnum þetta próf og þetta er rauninni svona undirbúningur fyrir ykkur, fyrir fyrsta prófið
í þessum áfanga. Og núna skulum við þá bara reikna og svo getið þið spurt mig eitthvað sem þið ekki vissir og segjum þá þessari upptöku lokið.